Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannarsdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Og þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Svolítið langt síðan að ég kannski kynnti mig almennilega. Ég sem sagt bý í Kópavogi og hef búið hérna í 23 ár eitthvað flest. Ég er textílkennari og hef kennt textílmennt í grunnskólum í yfir 30 ár. Þannig að það er alveg dágóður tími sem hefur farið í þann pakka. Ég hef klárað eitt verkefni síðan síðast og það eru vettlingar úr bókinni Íslenskir vettlingar. Og það eru þessi hérna sem heita Harpa. Það er langt síðan að ég byrjaði á þeim og ég hef sýnt ykkur þetta áður. En nú eru þeir sem sagt tilbúnir. Málið var það að ég átti alltaf eftir þumlana og ég kom mér aldrei í það verkefni að prjóna þá. En ég tók það með mér þegar ég fór til Eyja daginn og ákvað að ég færi ekki heim fyrir að þessir þumlar væru tilbúnir. Þannig að nú eru þessir vettlingar klárir og ég er mjög ánægð með þetta. Mér finnst það koma mjög vel út. Mjög flottir. Ég hef verið að prjóna svolítið síðustu vikur en má ekki sýna það því að þetta er pröfuprjón og ég hef setið svolítið vel við. Annað verkefni er á prjónan númer 1,5. Það er náttúrulega klikkun. En gengur vel fyrir utan það að það er einhver heilaþoka sem svona er í höfðinu á mér og ég hef þurft að rekja upp nokkur sinnum. Þá hef ég klikkað eitthvað í munstrinu og ég hef þurft að bakka og það er ekki mjög skemmtilegt. En þetta potast áfram, gengur alveg þokkalega þannig að ég vonast til að geta klárað þetta á settum tíma. Já, ég hef svo sem ekkert verið mikið að gera annað en þessi 2 verkefni. Ég hef þurft að sitja svolítið líka vel við tölvuna núna, verið að gera alls konar verkefni þar og það tekur alveg sinn tíma og ég hefði aldrei trúað hvað maður verður þreyttur á því að sitja fyrir framan tölvuskjá og vera að ákveða, skrifa niður texta eða eitthvað svoleiðis og það er lúmst. Já, í hverju er ég? Ég er í fluffi sem að Berglind, stelpa mín, prjónaði á mig. Ég sýndi ykkur seinast garnhespu sem ég keypti hjá henni Telmu og lét Berglindi hafa og bað hana að prjóna fyrir mig fluff. Og hún er búin og það er þetta hérna og hún setur, aðeins stendur upp á síni. Hún setur svona smá liti og það eru svona spottar sem að hanga út úr. Hún var nú svo sem ekkert lengi að þessu og ég er rosalega ánægð með þetta. Ég hugsa að ég eftir að nota þetta mikið. Og það er alveg merkilegt að nú er þetta náttúrulega gróf prjónað. Ég veit ekki hvað hún hefur notað, 10-12 mm prjóna. En hvaða er hlýtt bara að sitja hér í svona smá stund að ég finn alveg hvað þetta veitir mikla hlýju. Fyrir 10 árum síðan þegar ég var í námsleyfi þá fór ég á Skalls seinnipart vetrar fram á vor og það er handafnsskóli á Jótlandi og þar var eitt verkefni að vefa og ég fann teppið sem ég óf þarna, var að finna það núna daginn, það nefnilega hafði týnst og ég hafði verið að spá núna í nokkur ár, hvar er þetta teppi? Hvar er græna teppi sem ég óf? Og ég var ekki að finna þetta niður í kjallara og skildi bara ekkert hvað ég gæti hafa gert af þessu. En svo var ég að kíkja hérna í skápa í andirinu og þar í efri skáp lá teppið. Þannig að ég var nú ánægð með það að hafa fundið það.
þetta sem sagt teppið. Hérna. Og þetta ofið úr léttlópa. Ég fekk manni minn til þess að kaupa fyrir mig léttlópa heima og senda mér. Og þetta stórt og mikið teppi. Þetta alveg yfir 2 metrar á lengd og svona 1,30–1,40 á breidd. Nema hvað ég ekki búin með og ég vissi það alveg að ég var ekki búin að klára það af því að hér sem sagt kögur gert hérna en ég á eftir, ég búin sem sagt með annan endan en ég á eftir að gera kögrið hérna á hinum endanum. Þannig að ég þarf að fara að drífa mig í það og þvo teppið og svona þannig að ég geti farið að nota það. En mikið í fegin að hafa fundið þetta. Ég var að spá þetta hefði óvart farið bara í ruslið eða eitthvað. Mér fannst svo skrítið að þetta poppaði aldrei upp hjá mér. Þegar ég var að taka til í einhverju og var svona að kíkja eftir þessu. En það komið í leitirnar og ég get farið að klára það. Ég tók viðtal við Sigríði Tryggvadóttur núna fyrir nokkrum vikum sem ég ætla að sýna hérna á eftir. Ég sá hana fyrst í Landanum fyrir, 1-2 ár síðan. Þar var tekið viðtal við hana þar sem hún var að sýna frá vinnustofunni sinni og hvað hún var að gera þar. Hún var að sauma flíkur úr alls konar bútum, setja þá saman og svona og nokkuð sem að mér finnst líka rosalega gaman að gera þannig að ég hugsaði mér, já, ég þarf nú einhvern veginn að komast í kynni við þessa konu. Hún líka með Facebook síðu sem heitir Saumahorn Siggu og þar hún að segja frá vinnusmiðum og námskeiðum í fatabreytingum sem hún að halda og endurnýtingu klæða. Hún líka að fara á stað með á netinu Saumaheimur Siggu og þar kemur hún með kennsluefni í saumaskap, endurnýtingu og fatabreytingum. Þannig að hún öll í þessu og hún vill miðla frá sér og sem alveg frábært. Þannig að ég hveti ykkur ef þið hafið áhuga á þessu að kíkja á þetta hjá henni og ég ætla að setja hérna fyrir neðan linka á þar sem að þið geti fundið hana. Saumahorn Siggu og Saumaheimur Siggu. En þetta var mjög skemmtilegt spjall sem við áttum. Hún sýndi mér margt og mikið og það nýjasta sem hún að gera núna það að sauma kjóla úr slæðum, gömlum slæðum sem mjög spennandi verkefni og skemmtilegt. En allavega hér kemur viðtalið við Sigríði Tryggvadóttur. Gjörðu það svo vel. Hingað eru komin í Saumahorn Siggu. Takk fyrir að taka móti mér. Já, bara takk fyrir að hafa samband og vilja fá að koma í heims. Já, alltaf gaman að sjá hvað aðrir eru að gera. Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því. Og hér nú ýmislegt, hér að gera ýmis konar hluti. Já. En aðalega þá í saumavél, þú ert já. Já, ég saumakona og búin að sérhæfa mig núna undanfarin ár í endurnýtingu og endurhönnun á gömlum flíkum og gömlum efnum. Já. Sem að rata til mín eftir ýmsum leiðum. Já, einmitt. Já. Akkurat. Og síðan ég búin að bæta við mig núna bara, já, núna í ár, síðasta haust, námskeiðshaldi í fatabreytingum. Já. Og að byrja með námskeið í haust, endurhönnun og var að opna námskeið á netinu. Já. Sem að, já, ég hlakka rosa til að fara að kynnast fólki þar. Já, en þessi námskeið í endurnýtingu, það fólk að koma með gömul föt af sér sem við vill breyta eða setja saman í nýjar flíkur og eitthvað svoleiðis? Eða þú með eitthvað sem að fólk getur notað eða? Sko, ég skipti námskeiðunum upp í tvennt. Ég með annars vegar með grunnnámskeið, þar sem ég fer í svona grunnatriði í að breyta flík. Já. Síkka og stytta og víkka og þrengja og skipta ermar og breyta hálsmál og svona. Og á því námskeið þá kemur fólk með sínar flíkur
En ég með allt efni sem þarf til að breyta. Já, já. Sem sagt, ég með fulla ferðartösku af efnaafgöngum og föt líka og allt svona svoleiðis. Og síðan sko nýja námskeið, það svona framhald. Og þar erum við að fara að hanna upp úr öðrum gömlum flíkum. Já. Og þar kem ég með allt, það allt innifalið í námskeiðsgjaldinu. Vegna þess að mig langar svolítið að svona mæta með bara kannski kallmannajakkaföt og nú ætlum við að hanna upp úr þeim. Og ég búin að fá klæðskera með mér sem ætlar að vera með að kenna uppbyggingu á sem sagt nýri flík. Og þannig að þar mætir fólk bara basically með saumavélina og sníðaskæri sem náttúrulega bara svona persónulegu hlutur hvers saumara. Akkurat, spennandi. Já. Þetta líka eitthvað sem þarf núna, af því nú verið að hugsa svo mikið endurnýtingu að nýta þetta gamla og svona. Já. Og þú ert bara að svara þörfinni. Já, algjörlega ómeðvitað í upphafi vegna þess að þetta spinnst bara út frá minni eigin þörf. Já. Þetta spinnst út frá því að ég byrja breytingaskeiði. Okay. Og ég náttúrulega búin að sauma sjálfa mig í mörg ár og alltaf verið svona mikið fyrir það að breyta flíkum sem ég kaupi búð. Svo byrja ég á breytingaskeiði og fer í hitakóf og kuldaköst og hitakóf og kuldaköst. Þannig að þá bara opnaði ég allar flíkur og bjóð til svona kimonoa og opnar peysur og allt svoleiðis. Og síðan náttúrulega eins og margar konur kannast við að þá bætist í þyngdin á manni þegar maður fer á breytingaskeið. Þannig að ég fór í það að stækka fötin mín. Já. Þannig spinnst þetta sko. Síðan náttúrulega bara kemur í svona fer maður að bara sjá allar þessar fréttir og allir þessi fatafjöll og þetta er bara skelfilegt. Ég fékk skilaboð frá einni sem að koma á námskeið hjá mér í haust. Og hún sagði bara, mér finnst þetta skelfilegt, maður fer í notaðar, svona second hand búðir fyrir notuföt og fötin þar eru dýrari heldur en í H&M og New Yorker, hún nefndi sérstaklega þessar búðir og sem eru þekktar fyrir ofsalega ódýran fatnað og stundum einnota. Svo ég leyfi mig nú að segja svona, og það er staðreynd, það er alls konar af einnota fötum því miður, sem eru bara svo léleg. Þannig að ég brenn alveg rosalega fyrir þessu. Þetta bara, mér finnst þetta ofboðslega mikilvægt og ég bara trúi því að við getum öll stigið pínulítil skref og ég trúi því að þegar við kunnum að sauma og við vitum tímann og vinnuna sem fer í að búa til flík, þá hugsum við okkur tvisasinnum þegar skyrta kostar 2000 krónur. Það er eitthvað skrítið við það. Það er eitthvað skrítið við það, sko. Já. Þannig að mér finnst þetta alveg svakalega bara, eins og ég segi, ég brenn fyrir þessu, mér finnst þetta ofboðslega skemmtilegt að endurhanna svona. Já. En þetta er bara líka, það er svo mikilvægt að fara bara aftur í það sem maður lærið þegar maður var barn. Algjörlega. Að sinna hlutunum og flíkunum sem maður á. Já. Sko. En ertu með fyrir aftan þig, alls konar. Já. Þetta eru karakterarnir mínir. Já. Þetta eru yfirhafnir sem að ég hanna og sauma út frá, með gömlum efnum og afklippum þar sem að fellur frá í saumaskap. Og og ég kalli þetta karaktera vegna þess að þetta er allt svona í bútum, þetta eru bara bútakápur. Og þú þarft að vera svolítið karakter til þess að vera svo. Já, einmitt. Og ég hef gefið þeim nöfn. Þessi er með víkkun sem sett í bakið og svona axlastykki og þessi heitir Kjarkur. Og síðan er þessi sem ég var að sýna þér sem er með víkkun í hliðinni en ekki bakið. Þessi heitir Þór. Og svo er ég með nýjan í hönnunarferli og þetta verður svona slá og svoleiðis og hún er
nú þegar komið nafn, hún heitir Ögrun. Ögrun, já. Já. Og það var bara ein á Facebook sem kom með þessu uppástungu og ég bara tek henni fagnandi, þakka fyrir. Já. Þannig að þetta hérna er allt saman eldgömul efni. Þetta eru efni sem að ég komst yfir úr verslun sem að lokaði 1994 og þá voru þessi efni búin að liggja inn á lager af því að konan sem átti búðina hafði verið veik, sko. Já. Þannig að þetta er bara vintage, ég veit ekki hvað maður, þau eru bara þarna mjög gömul, sko. Og þetta er uppistaðan í karakterunum. Já. Og síðan bæti ég í karakterana þar sem að... Og poppar upp og svona með kannski litum og svona. Já, svona. með litum og svona afklippum. Já. Þannig að þetta er bara mjög gaman. Ég tók eftir að þú varst að sýna bakstykkin á flíkunum. Er alltaf fiðrildi? Já. Setur alltaf fyrir, er það svona einkennismerkið þitt? Já, ég set alltaf fiðrildi. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Ég hef alltaf verið svo hrifin af fiðrildum. Já. En í dag þá er þetta bara rosalega táknræn merking fyrir mig. Já. Ég á mér svolítið 2 líf. Ég hef ekkert alltaf verið saumakona. Nei. Ég var íþróttamanneskja. Já. Og kroppurinn minn vildi bara ekkert fara þá leið. Nei. Og alheimurinn greinilega ekki heldur. Þannig að ég datt út af vinnumarkaði út af bakvandamálum. Já. Og sem betur fer ég bara þannig gerð að ég gat ekki verið að gera ekki neitt. Og þannig ég fór að sauma. Ég varð ófrísk af tvíburum og fór að sauma. Af því að ég náttúrulega gat ekki verið neitt annað en ófrísk af tvíburum. Ertu þá sjálflærð bara í saumaskapnum eða? Já, ég vil svolítið monta mig af því að vera með svona kynslóða kunnáttu. Já. Mamma var saumakona. Já. Og amma var saumakona og systir hennar ömmu var líka saumakona. Og mamma kendi mér grunninn, allan grunn varðandi snið og sníðun og hvernig þú leggur efni. Það er náttúrulega alveg ómyndilegt. Það er alveg ómyndilegt og það bara, þegar ég svo fór að sauma þá náttúrulega var þetta svakalega mikilvægt að hafa þetta. Vegna þess að annars væri ég ekkert, kynni ég ekkert það sem ég kann í dag. Þetta er ákveðin grunnur sem þú þarft svolítið að hafa. Þú þarft að læra grunninn, vera með hann á hreinu og svo getur þú fara að leika þér út frá því. Já, svo getur leikið út frá því og brotið svolítið reglurnar og svona. Já, eins og bara í öllu þarft að. Já, þannig að þetta bara, og í dag þetta er bara hillan mín, sko. Já. Ég er bara búin að finna hana og hvort sem að bakið bilaði eða ekki, þá er þetta hillan mín. Já, frábært. Og það er ekki bara að þú ert með námskeiðin, heldur ertu líka með, setur inn á YouTube, Saumahorn Siggu. Saumahorn Siggu, ég er með YouTube-rás, Saumahorn Siggu, og ég er með heimasíðu, saumahornsiggu.is, og svo var ég að opna Saumaheim Siggu. Já. Það heitir teachable.com. Ok. Og það er svo nýtt. Það er ennþá í þróun, ég er ennþá að setja efni inn og það er bara vika síðan þú, eða hvað? Það var 15. maí, opnaði ég, formulega. Og það verður rúllandi inn alltaf nýtt efni reglulega. Þú ert að kaupa þér aðgangi heilt ár og stjórnar algjörlega hvernig þú lærir og hvað þú vilt læra að þinni. Þannig að í hverjum þætti ert að taka fyrir bara eitthvað ákveði sem þú ert að kenna? Já, sko, ég skipti sér rauninu upp í, það eru núna 10 svona kaflar, ef maður getur kallað kafla, og skipti því upp, það er alveg frá því sko, hvað þú þarft að hafa bak við eyrað þegar þú ferð að kaupa þér saumavél eða finna, sérstaklega til að kaupa þér. Og hvernig þú þræðir eins og overlock og eitthvað svona og yfir í bara, þú veist, taka snið upp úr blaði, hvernig þú lest til dæmis sniðablað og hvernig þú tekur upp snið, hvernig þú tekur mál af sjálfur þér, hvernig þú býr til snið eftir málunum þínum
hvernig þú breytir sniðum og svo náttúrulega yfir í það sem að ég brenn fyrir, breytingar og endur hönnun og þannig að ég kem til að vera með allt eftir því hvað ég er að vinna, eins og til dæmis þessi hérna, ég er að taka upp allt sem ég er að gera. Og þetta er allt inn á þetta, hérna, námskeiði og síðan er ég með, sem sagt, einu sinni í mánuði verða svona saumastund. Ég kalla það saumastund spurt og svar. Þar sem að þeir sem eru á netnámskeiðinu skrá sig inn og þar eru að fara að gera eitthvað. Ég ætla til dæmis að búa til hatt úr efnagöngum. Og tösku og svo getur líka verið bara ef þú ert með spurningar í sambandi við saumavélina þína eða hvernig þú setur ermi í handveg og bara eiginlega allt sem kemur að saumaskap sko. En þetta er svona þannig að þú stjórnar því alveg hvað þú ert, hvernig þú lærir þetta. Þú þarft ekki að fara í númer 1 og síðan númer 2 og númer 3, þú getur leikið bara fram og tilbaka. Alltaf fólk hefur líka mismunandi kunnáttu fyrir og allt það. En ætlar það þá að setja inn, þú veist, vikulega eða ertu að setja bara? Sko, ég á vona því allavega núna, ég vona bara í síðustu viku sett ég heldur 3 ný vídeo inn. Þannig að það getur orðið svona, það getur verið svolítið mismunandi. Það verður allavega 2 í mánuði. Svona eftir þegar framlega stundir því að eins og þú þekkir, það tekur tíma að klippa vídeón til og hérna algjörlega. Og setja þetta en svona kannski í byrjun þá kannski koma fleiri svona, eða þú veist, og dælur kannski svolítið inn og svo fer það aðeins að róast. Já, og þá fer það meira í, núna er ég að einbeita mér að ég að koma inn svona, sérstaklega svona tæknilegu hlutunum og hérna, og síðan fer þetta meira inn að ég set inn það sem ég er að gera. Og hérna frábært. Ég held þetta, ég er búin að googla, ég er ekki búin að finna neitt á íslensku, á netinu, svona, þar sem þú getur keypt þér inn á gagnagrunn og þetta er voða mikið bara á ensku, sko. Þannig að, hérna, ég er mjög spennt að sjá hvernig það verður. Heyrðu, og yfir í allt annað. Flíkin sem þú ert í. Þetta er eitthvað nýtt sem að þú ert að gera núna. Þetta er slæðukjóll. Létt og leikandi. Þetta er ekta sumar og þetta er bara, þú veist, þetta er bara sumar og sól. Þannig að hérna, þetta, ég kalla þessi kjóll, akkurat þessi kjóll, ég kalla hann kynslóðakjóll. Af því að þetta er slæðan hennar mömmu, systir mín átti þessa slæðu og hérna mamma átti hérna aðra og ég held að amma mín hafi átt eina í þessu. Og það var svo gaman þegar ég fór að gera þetta að hérna, þegar ég fór að pressa þá kom ylvatnið frá þeim. Mamma og Elsa systir mín, þær notuðu báðar Chanel nr. 5 og hérna, þetta bara saumahotnið mitt bara ilmaði af þeim. Æðislegt. Já, þetta var, þetta var bara tilfinningur í vika þegar ég var að gera þetta. Þannig að þetta eru slæðurnar frá þeim og ég ætla að gera slæðukjóla handa mér og systrum mínum og dóttur minni og dætrum þeirra. Að hérna, ég ætlaði fyrst að selja, en ég tími því ekki, þetta er allt og tengt okkur. En ég aftur á móti er bara ótrúlega heppin með það að fólk er að gefa mér slæður. Og þetta bara, þetta er svo skemmtileg áframnýting á svona einhverju sem var í alveg rosalega tísku á tímabili. Allar konur voru með slæðu, annarkvort hálsinn eða yfir hárgreiðsluna. Þannig að þetta er bara, Og hvað þá að geta verið í flík sem á sér sögu, fjölskyldusögu, þú veist, það er bara... Þannig að þetta er alveg rosalega gaman. Ég held ég hafi meira sagt í einhverju vídeónu mínu að ef fólk er með slæður heima að þá tek ég að mér að gera kjóla á þeim ef það er svona tengsl. Þannig að hérna, og svo er náttúrulega hitt þegar að maður fær gefinn slæður eins og þessar sem er hérna á borðinu þá er það öðruvísi, þá getur maður bara tekið við pöntunum og gert bara hrikalega töff kjólar. Finnst þetta rosalega? Mér finnst það æði. Mér langar í svona. Það ekki?
Ég mér finnst þér voða skemmtilegir og það er svo gaman að pæla í þessu, gaman að setja þetta saman og vitandi það að einhvers mamma eða amma, systir eða frænka átti þetta og notaði. Og líka bara þetta að setja saman eins og segir, sko, þú veist, að með liti og formin og allt þetta, sko. Já. Ég segi alltaf að þetta er svona mín heilun, það er að garfast í einhverju svona. Já. Veistu það, ég algjörlega og þú veist þetta saumahotn eins og við vorum að tala áður um að taka upp og vorum að tala um þetta, við keyptum þetta hús og þetta bara var hér. Það að geta komið hingað á svona slæmum verkjadögum til dæmis og bara strokið efnunum og káfað í slæðunum og þetta er bara sjálfhjálp, sko. Og fengi kannski hugmyndir þegar þú ert að fengi hugmyndir og þá getur maður punta niður og komið svo tilbaka og farið í það þegar maður er betri stað. Algjörlega. Þetta er alveg, þú veist, ég eiginlega hef bara ekki orð til að lýsa hvað þetta gefur mig mikið. Að vera í svona efnum og geta sauma, kunna sauma og vera sjálfbær í fatastíl og bara, Já, talandi um slæðuna, þá eru hérna slæður sem þú fjast gefins. Já. Og þú ert fann að fá pantanir fyrir svona flíkum. Já, ég sem sagt fékk gefins bunga af slæðum daginn og var eitthvað að tala um þetta á Facebook og það var bara einn sem hafði samband við mig bara nánast strax og pantaði kjól. Þannig að núna er ég að fara í gegnum allar slæðurnar og sjá svona hvað gengur saman. Hún tók sérstaklega eftir þessari og þannig að þetta er útgangspunkturinn. Og svo bara sagði ég við hana, ég ætla bara að koma inn á óvart. Ég fór inn á Facebook-prófílinn hennar og skoða myndir af henni til að fá svona aðeins smá innsýn í hvernig manneskjan er. Og síðan bara er þessi útgangspunkturinn og svo núna ætla ég að finna hvað hentar með. Það er voða gott að hafa eitthvað einlitt, þú veist eins og ég er með hér, sem að róar svolítið augað. Þannig að þetta verður örugglega með. Svo er spurning hvort að maður fari í eitthvað svona eða hvort að maður fari í eitthvað svona. Miklir möguleikar, alls konar. Þetta er ofboðslega skemmtilegt. Það er alveg óendanlega hægt að setja saman, sérstaklega þú ert komið þetta margar slæður að þá er hægt að leika sér alls konar. Já, það er það nefnilega og svo stundum get ég eins og var með þennan, ég var alveg búin að búa til framstykkið á hann og fer svo að festa bakstykkið á og þá bara passaði það ekki saman, sko. Þannig að það er líka eitt af því sem að mér finnst skemmtilegt í ferlinu. Það er að sjá kannski ákveðna leið en þurfa svo að beygja af einhvers staðar meiri leiðinni og fara eitthvað allt annað. Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Já, ég er alveg sammálaður þarna, sko. Já, að bara svona festa sig ekki í loka útkomunni. Heldur að leyfa þessu svolítið að flæða. Já. Og gaman. Mjög gaman. Svo er eina alveg brjálið. Þetta er eitthvað svona Picasso. Þessi er frábær. Það er æðislega flott, sko. Vá. Þetta, ég hugsa að þessi verði til dæmis bakstykki í heilu. Leyfa því alveg að njóta sín. Alveg að njóta sín og svona kannski kimono eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta, það er alveg svona konulykt af þessu. Já. Þetta náttúrulega hefur legið við hálsinn og það er nýbúin að setja á sig ylvat, þannig að þetta náttúrulega bara tekur ilminn í sig. Já, það gerir það. Þannig að þetta er ofboðslega skemmtilegt. Mér finnst þetta alveg, og eins og ég bara segja á það, bara vitandi það að þetta er eitthvað sem að einhverjir notuðu og
þótti væntum og ég finn alveg þegar fólk kemur með svona til mín, það kemur með þetta til mín af því það veit að ég er að búa til eitthvað úr þessu. Og í því felst ákveðin svona, ég veit ekki, virðing eða væntum þykja til. Að hlutinni fái framhaldslíf. Að hlutinni fái framhaldslíf, já. Þannig að, og mér þykir rosalega væntum að fólk, það treystir mér bara reynilega fyrir því að gera eitthvað fallegt úr þessu, sko. Þetta meira áttar. Hlakka til að fá að fylgjast með og sjá hvað verður. Hvernig blíkur þú átt eftir að gera úr þessu? Já, ég hlakka rosalega til að sjá hvað verður. Ég hef ekki hugmyndur núna. Nei, einmitt. Já, það var skemmtilegt að koma til hennar á vinnustofuna og gaman að sjá hvað hún er að gera og hversu hugmyndarík hún er. Hún brennur fyrir endurnýtingu og fatabreytingum og það er nokkuð sem ég tengi mjög vel við. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hjá mér í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir 2 vikur.